Jæja, nú erum við búin að borða og opna pakkar og erum að bíða eftir að fara í leiki og borða eftir. Mér finnst alveg mjög skemmtilegt að vera með jólin á Íslandi og ég er búin að læra það að senda börnin í siesta áður en kvöldmatartíminn kemur. Láta þeim fara í sturtu, klæða sig og síðan erum við akkurat klukkan 18 allir sitjandi við matarborðið og þannig að við erum ready, tilbúin til að borða æðislegan frábær góðan jólamat. Það er ennþá þar, það myndi þetta vera allt öðruvísi. Því þegar ég var lítil þá voru börnin ekki byrjuð að borða, ekki með sinni byrjuð að klæða sig. Því allt byrjar klukkan 12. Allir klæða sig og gera sig fínan, ready til þess að fara út og sína fötin sín og hversu flott þeir eru fyrir jólin, hvað þeir hafi fengið frá foreldrana sína og eru að undirbúa sig fyrir jólin. Það er eina svona frábær saga sem hjálpaði okkur mjög mikið að trúa jólasveit, þrátt fyrir að við erum ekki með kaminur, né snjó. Þar, pappa og mamma voru að teikna með okkur kaminu á vegginn og við færðum matarborðið réttar við veggina og þar vorum við að skilja eftir mjólkuglas og nokkuð keks fyrir jólasveit og það er svo skemmtilega. Næsta morgun ég sá að jólasveit var búin að skilja þar eftir sig því þar var form af stígvél bara á borðið eins og hann akkurat skríðaði inn gegnum kamina sem við teknuðum. Og það var rosalega skemmtileg og þetta er svona eina besta minninga sem og ég skil ekki hvernig hann kom gegnum kamina en við sáum á borði svona far eftir stígvélin og það var svona smá mold og eitthvað eins og hann hafi bara verið út í rigningunni eða eitthvað. En jólasveinn kom öðruvísi heim til mín. Í dag fenguðum við frábæran gest og hann var að leita krökkunum og kom í gjafir handa þeim og það var rosalega skemmtilega og hann bað að syngja með Jólasveinn 1 og 8. Ég byrjaði því ég kunni bara byrjunartextan en hann hélt áfram að syngja. Hér er svona smá klípu hvernig gekk hjá okkur að fá Jólasveinn í heimsókn. Ég vil þakka ykkur fyrir að vera með mér jólin, þessi stund og ég vil óska ykkur besta jólin og besta hátíðartímabil. Gleðileg jól. Já, Tómas mín, ég er bara að slaka á Tómas er að fela þig. Þú veist að ég er Evrópumeistari í feluleik. Jólasveinar 1 og 8 og hann kom af stjörnunum. Í fyrra kvöld þeir fóru að hátta undan Jón á völlunum. Andri stóð þar utan gátta, það átt að færa hann tröllunum. En þá var hringt í Hólakirkju, öllum